Hingað kominn Einar Steingrímsson, stærðfræðingur út í Glasgow núna, ekki? Jú, það rétt. Já, en ert hér á landinu. Ég ætla nú bara rétt að heyri þér, ég ætla nú aðla að heyri þér með mál nýju menningana, en hvað finnst þér, hvað heldur þú Ólafur Ragnar geri? Ég hef ekki hugmyndu það, það eina sem sannfærður í þeim efnum að hann hefur verið að velta fyrir sér hvað sé hagstæðast fyrir hann sjálfan og það fer sjálfsagt svolítið eftir því hvort hann ætlar að fara í framboð aftur eða ekki, hvaða afstöðu hann tekur í þessu máli, en ég get alls ekki giska á það er mjög erfitt. Það er spurningin hvort á hann að styggja þessa hefðbundnu stuðningsmenn sína sem að teljast á vinstrivægnum eða á hann að styggja hina sem að hafa yfirleitt verið á mótunum og ef hann ætlaði aftur í framboð þá var sjálft sniðugra fyrir hann að senda til þjóðaratkvæði því að þá myndi hann að koma í veg fyrir að það kemur eitthvað mótframboð frá óánægðum hægrimönnum. Já, þá myndi leppa þann vænginn. En ég hitt svona mála að ég ekki mikill PR-maður. Ólafur Ragnar hins vegar er snjallasti PR-maður Íslandssögunnar sennilega því að hann átti að fá 10% í fylgi í forsetakosningunum þegar hann fékk 40% upphaflega. Og hann miklu snjallar en ég þessu þannig hann sjálf búinn að spekulera þetta út af miklu fullkomlega hátteldur en ég get gert. Þú mátt eiga það að þú kemur beint að efninu. Heldur hann sé ekki bara að hugsa þjóðarheill? Heldur hann sé líka hugsa sjálfan sig? Eins og flest fólk í þessari stöðu þá lítur hann auðvitað þannig á að það sem er þjóðarheill, að það sem er best fyrir hann, það sé þjóðarheill. Ég ekki halda fram að hann sé svona ofboðslega kaldlyndur að hann haldi að hann gefi skít í þjóðarheill, alls ekki sko. En mér finnst hann hafa sýnt að hann hugsar fyrst og fremst og hefur tekist mjög vel upp, verði ég að segja því miður, að sjá eigin hag í þessum efnum. Já. Og ég hef enga trú á að hann geri neitt annað í því. Og ég held líka að ég mig grunar að hann geti verið á sömu skoðun og ég hvað það varðar að þetta sé ekki það stórmál sem margir vilja vera að láta. Það er að segja á hvorn veginn sem ákvörðunin fer. Ég held að þetta sé ekki stórmál. Það er að segja, nú hef ég ekki kynnt mér þetta í þaula og það myndi ég auðvitað gera ef ég þyrfti sjálfur að taka ákvörðunin. En af því að ég þarf ekki að taka neina ákvörðun og bera enga ábyrgð á þessu, þá þori ég alveg að koma með glannalegar yfirlýsingar. Eins og ég myndi ekki gera það ef að yfirlýsingar mínar hefðu nokkur áhrif á það sem gerist, þá myndi ég fara varlegar í þetta. En ef að ég þyrfti núna að segja já eða nei það hvort þessi samningur er samþykktur eða ekki og ég þyrfti að gera það einn óstundur, þá myndi ég samþykkja samninginn vegna þess að ég myndi segja sem svo þetta eru smá munur þessi peningar, það er mjög ósennilegt þetta myndi valda okkur einhver meira út af búsíum, íslenska þjóðarbúið hefur vel efni á þessu af því að við erum ríkt land og ég líti ekki á þetta sem prinsipmál þar að segja ég held ekki að þetta muni hafa alvarlegar afleiðingar í framtíðinni ef þetta verður samþykkt og þess vegna líti á þetta sem praktískt mál þar að segja spurningum einhverja peninga til eða frá sem við höfum alveg efni á að borga. Ef hins vegar ég þyrfti núna einn ósöldur að taka ákvörðun það hvort ætti að setja þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu ekki, þá myndi hins vegar senda það þjóðaratkvæðagreiðslu. Vegna þess að það er greinilegt að það er gríðarlegur þrýstingur á það frá almenningi. Og þótt ég sé svo sannarlega ekki á sama pólitíska báti og flestir þeir sem að standa fremstir í flokki í þessar undirskriftasöfnun að þá verð ég að segja mér finnst þessi ófræðingar herferð sem að hefur verið farin gegn henni mér finnst hún algjörlega óboðleg. Þetta er undirskriftasöfnun, það skiptir engu máli hvort þetta eru 40.000 undirskriftir eða 25.000 löglegar undirskriftir. Það er alveg ljóst að það er gríðarlegur fjöldi landsmanna sem vill þetta fara í þjóðaratkvæði og það er hægt að hafa skoðanir á því, það er hægt að vera algjörlega mótið því á málefnalegum forsendum en gagnrýnin á þessa undirskriftasöfnun, hún hefur verið algjörlega ómálefnaleg finnst mér.